Ég er mættur í Borgarnes og ætla að skoða Skallagrímsgarð sem er í hjarta Borgarnes. Sjáum hvað við finnum. Eitt af því merkilegasta við garðinn er þessi hóll hérna. Þetta er ekki bara einhver hóll. Þetta er haugur Skallagríms sem var víkingur og bjó borg á Mýrum. Faðir Egils Skallagrímsson. Egill Skallagrímsson lenti því að missa son sinn. Hann drukknaði í Hvítá. Hét Böðvar. Hér er listaverk sem sýnir Egill Skallagrímsson reiða lík sonar síns og er talið að Böðvar sé grafinn hér í garðinum líka. Skallagrímsgarður getur rekið sögu sína aftur til 1930 en þá keypti Ungmennafélagið Skallagrímur og Kvenfélagið landið hérna til þess að búa til lystigarð. Tíu árum eftir að garðurinn var stofnaður, þannig 1930, þá tók Kvenfélagið garðinn yfir og vann að því að halda garðinum við og sinna honum alveg til ársins 1989 þegar þeir afhentu Borgarnesgarðinn. Hér erum við með tré sem er ansi sérstakt í laginu og greinilega búið að vera lengi í garðinum. Ég veit ekki hvaða tegund þetta er, en ef þú veist það, þá máttu láta mig vita. Svo erum við með grenitré hérna sem hefur greinilega fengið gott pláss og er orðið svona risastórt. Maður er ekkert að ná utan um þetta, sko. Í garðinum er talsvert af birkitrjám og reynivið og
Ég alltaf svolítið magnað að sjá hvað þetta blessaða byrgi okkar og reyniviðurinn getur orðið hávaxin tré. Skallagrímsgarður er rólegur og fallegur staður, með söguna allt í kring. Hér geturðu gengið í fallegu umhverfi og fundið frið frá amstri dagsins. Taktu þér smá stund, njóttu og upplifðu söguna.